Já, hvernig verður Ísland snjallara? Ég held að það sé einmitt með svona dögum eins og í dag að við erum að hittast hérna og ræða þessi mál. Þannig að ég er bara ótrúlega ánægður með UT-messuna og hvert við erum að fara á þessum markaði. Ég ætla að láta snjallúrið í gang til að vita á hvaða tíma ég er. Ég tók nú bara mynd svona fyrir Þorsteini að hann myndi sakna að opna kerfa höfuðstöðunar. Þannig að við sendum snjalldróna upp til þess að sýna honum þennan stað. Hlutverk ljósleiðarans í þessu er að við ætlum að passa að það verði gæðasamband til fyrirtækja og heimila og snjalltækja í framtíðinni. Við höfum heyrt í báðum fyrirlestrunum hérna, bæði frá Þorvarði og Sæmundi, að það er alltaf að koma fleiri og fleiri tæki, það er 5G og fleira. Þannig að við ætlum að tengja sem flesta staði. Við erum alltaf í náinni samvinnu við fjarskiptafélög og við förum þangað sem að þeir biðjum. Það eru 70.000 tengingar hjá gagnaveitunni í dag. Þetta er ekki bara í Reykjavík. Á Íslandi eru 10.000 í viðbót ljósleiðaratengingar. Þá er heildina 80.000 sem geta panta sér ljósleiðara. Við sem að heild þurfum að passa að ljósleiðara verði Ísland. Við þurfum að klára þessi restina heimilunum. Við erum í 80.000, það eru hann 50.000 eftir og ég held að allir sé að leggja sitt af mörkum til að fara þangað. Þannig að við þurfum að standa saman í því. Varðandi þessa þróun, bara til að sýna ykkur hraða, þá var ARPA-netið stofnað 1969 fyrir gögn fyrir ameríska herinn. Veraldarvefurinn 1990 sem allir þekkja, stór tímamót í lífi okkar allra. Svo kemur vefur 2.0 þar sem við förum að nota Facebook, Twitter, alla þessa miðla. Það breytist rosalega margt í lífi okkar. Og við teljum það að allan þegar veraldarvefurinn fór í loftið og síðan vefur 2.0 þá breytti mjög miklu. En það er talað að internet allstaðar muni breyta enn meiru 2020. Þannig að það var ekki komið logo fyrir þetta, þannig að ég ákveða bara að nota okkar ljósleiðara logo þannig. En það er ansi margt að breytast og á sama tíma þá þurfa fyrirtæki að hugsa hvað er að gerast. Það er talað eftir 10 ár muni stærstu fyrirtæki heims ekki verið til í núverandi mynd, eða 40% af stærstu tæknifyrirtækjum heims verið ekki til í núverandi mynd. Samanburður með Kodak sem að gera fyrstu stafrænu myndavélina og við vitum hvert þeir fóru. Þannig að við þurfum að vera rosalega vakandi. Þetta er mjög ör þróun. Snjallvæðingin er þegar hafin og menn tala oft að farsíminn okkar sé svona þetta tól sem allt mun gerast í gegnum. En Internet of Things, þannig erum við farin að tala að tækin er að tala saman. Tækin er farin að taka ákvarðanir, auðvitað notum við snjallsímann áfram, en hlutir eru að breytast. Það eru 5 milljarða snjalltækja í dag sem eru í gangi. Öllum er ekki kannski saman hvað verða mörg snjalltæki árið 2020. Ericsson og Cisco tala að veri 50 milljarða tækja tengt. Intel talar 200 milljónir, Morgan Stanley 75 milljónir tækja. Þannig að markaðurinn er algjörlega á fullri ferð og við þurfum að vera vakandi. Þetta eru ótrúlega tölur og hverjum degi er maður að sjá hvað nýtt snjalltæki koma upp. Við þurfum að vera vakandi fyrir þessu. Það sem er áhugavert líka og því ég sá fyrst þessa glæru þá mér fannst þetta svolítið skrítið en nú var ég að hlusta Þorvar áðan og þetta er svona bara mjög sambærilegt það sem hann var að segja að 2015, ef við lítum á tekjur hefðbundna fjarskiptafélaga og þetta er tekið frá Informa Telecoms og Media, eru 80% þá data, þá er einhver sem þetta eru símtöl, það er internet, fastlínan, þessar hefðbundnu tekjur. Það er talið á 5 árum mun þessar tekjur helmingast eða það breytist tekjumódelið. Þannig að við sjáum það að 20% af tekjunum er að fara í vélbúnað, hugbúnað, gögn, leigu og einhverju búnaði. Síðan erum við að sjá rosa stökk í skýinu, öryggi, hýsingu, öppum. Við erum að sjá þarna frá 10% yfir í 30%. Ég er nú ekki alveg viss að sé 10% í dag á íslenska markaðnum, en þetta er tekið erlendis frá. En þetta sýnir bara hvað markaðurinn er að fara hratt. Það er
bæði fjölmiðlun og fjarskipti, þetta allt renna saman, IT renna inn í fjarskipti, þannig að við þurfum að vera mjög vakandi. Hvernig kemur ljósleiðarinn inn í myndina? Þannig að okkar hlutverk að vinna vel með fjarskiptafélögum. Hvað að tengjast? Þetta bara dæmi mynd, það náttúrulega snjall heilsa, það eitthvað sem að margir farin að nota mikið að tækjum í kringu því. Snjall samfélag, við viljum fá bílastæði, við viljum ekki þurfa að hringsóla þegar við keyrum niður í miðbæ og við viljum fá aðgang að bílastæðinu strax. Við viljum fá vita þegar við erum að nota orkuna heima hjá okkur, hvað notum við mikið í rafmagn yfir helgina, hvað notum við mikið heitt vatn. Þannig að það eru mikla kröfur í samfélaginu og sama með bara allar samgöngur, við erum að sjá mikið varðandi bílana, mikla breytingar þar. Við ætlum að vera svona ákveðin miðja, við gerum samning, við erum búin að marga mánuði að vinna í því, við ákveðum að gera samstarfssamning við Cisco, þar sem við ákveðum það að finna leið til að draga erlend fyrirtæki, ekki bara Cisco, að Íslandi til okkar allra, ekki bara fyrir gagnaveituna, heldur að við ákveðum að velja þennan partner, þar sem þeir eru með rosalega sterkt net, það eru 70 starfsmenn eins og margir vita að vinna hjá Cisco, þannig að við ætlum að segja að Íslandi staðurinn til Íslandi besti staður í heimi til þess að prófa snjalltæki og snjallvæðingu. Við erum lítið samfélag, það mjög auðvelt að sannfæra alla útlendinga að koma og prófa skemmtilega lausnir. Við erum ótrúlega skemmtilega sögu, við erum með flott ljósleiðarnet, við erum með flottar auðlindir, það heitt vatn inn í öll íslenskt hús og rafmagn og allar þessar auðlindir. Það mjög gaman að segja þessa sögu og draga fólk til Íslands og við þurfum að vera duglegir því. Ástæðan fyrir ég lét snjallúrið í dag, sem ég er með á mér, sem ég elska mikið, ég ætla að spyrja hérna allir rétt upp hendi sem eru með snjallúr inni. Það eru nokkrir, ég held að vera kannski aðeins fleiri, en hvernig snjallúrið tengist mér að ég á 2 snjallbörn, 10 og 12 ára. Ég gaf þeim snjallúr fyrir, bara mánuði síðan, og ég sagði þeim ekkert hvað þetta væri, bara hérna úrið. Og þarna var ég að gera rosalega góða fjárfestingu. Út af því að núna þegar ég kem heim, þá erum við 2 einkaþjálfara. Þegar þeir segja bara, varst þú að labba alltaf í kaffivélina í dag? Þú fórst bara 4.000 skref. Þannig að þarna er ég farin að nota snjallvæðingu með börnunum mínum og þetta miklu skemmtilegra en ég bjóst við. Því ég bjóst við engu, þau eru farin að hugsa skrefin sín og fleira, en þetta eitthvað svona nálægt mér í dag. Og ég veit líka að snjallúrið sem ég keypti alveg verið úrelt. Bara núna eru eftir fyrirlesturinn. Þannig að snjallvæðingin hreyfist hratt, hún mun hafa mikil áhrif á okkur. Og við þurfum að passa það að við hugsum höfuðborgarsvæðið, þar sem við erum allan að búin að ljósleiðarvæða núna, við erum komið veg, hann ekki 2-faldur. Hann 10-faldur, 100-faldur. Við erum búin að leggja þetta ljósleiðarnet og við getum gert ýmislegt við það. En þegar þú kemur út á land, þá eru malavegir. Og við þurfum að passa það að koma ljósleiðar á alla staði, þá getum við gert alla þessa skemmtilegu hluti. 5G tengingar í framtíðinni, það mjög dýrt að koma ljósleiðara í alla sveitabæi út á landi og allt sem þarf að gera. Þannig að þetta eitthvað verkefni sem menn þurfa að vinna saman í og það bara, ég mjög spenntur fyrir því hvert það fer. Ástæðan fyrir ég hef þessa mynd hérna með sjálfkeyrandi bíla. Mér finnst þetta nokkuð magnað. Ég 2 seinustu kynningar búin að tala sjálfkeyrandi bíla. En Leonardo da Vinci 1478 teiknaði fyrsta sjálfkeyrandi bílinn. Hann var ekki með sæti, þetta klukkuverk sem hann bara teiknað. Hann ætti að geta keyrt 40 metra, hann keyrði aldrei neitt. Það var ákveðin vision. 2004 var keppni í Bandaríkjunum í Eyðimörk, þar sem mörgum fyrirtækjum var boðið að koma með sjálfkeyrandi bíla án ökumanna til að keyra 240 km. Flesti bílarnir biluðu, en það komst 11,3 km. Þetta 2004. Hvað gerist 2015? Í september 2015 eru 2 milljónir kílómetra komnir á Google-bílana. Þannig að ég spyr hvað gerist 2016. Ég held að hraði núna á næstunni, hann verður alveg ótrúlegur. Það sem við erum að tala um þessi snjalltæki og hvað getum við gert og mér langaði svona til gamans að hugsa, hvað finnst snjalltækjunum okkur? Þú veist, hvað finnst þeim okkur, skilurðu? Ég meina, við erum eitthvað,
tók svona dæmi. Þarna ertu með dæmi þar sem að ísskápurinn og eldavélin eru að tala saman. Og ísskápurinn náttúrulega sér að maðurinn var að koma með brokkoli sem hann borðar ekki og er að segja við eldavélin að það sé náttúrulega alveg fáránlegt að hann sé alltaf að skrá 2000 kaloríur meðan hann tekur bara take-away heim. Eldavélin hugsar og segir við ísskápinn, þú ert heppinn ísskápur, þú ert allan að nota þér daglegar, ég bara nota þér á hátíðum út í hann borða bara take-away. Og reykskjærinn er líka skemmtilegur að hann langar að fara í gang þegar hann fyrir sturtu til að fá athygli. Þarna er þessi snjalltæki, svolítið farin að taka við þetta heimili, en núna ætla ég að gefa ykkur hann Jón Inga, tæknistjóra, sem að veit meira tækni en ég. Gjör svo vel. Já, takk fyrir það Erling. Ég Jón Ingi, tæknistjóri ljósleiðarans og ég ætla að fjalla aðeins tæknin á bakvið ljósleiðarann. Þetta svona að hluta til bara almenns eðlis, þannig að þetta á jafnt við önnur ljósleiðarakerfi hér á landi. Þó að við sem náttúrulega svolítið að fókusera það sem við erum að gera, þá eins og ég segi, þá á þetta við önnur ljósleiðarakerfi líka. En þetta á reyndar ekki við það sem er kallað svokallað ljósnet. Við erum að fókusera hérna á ljósleiðara, þar sem að ljósleiðarinn liggur alla leið inn á heimilin. Ljósleiðarinn, þar sem að ljósleiðaravæðing heimilanna hófst árið 2005. Það höfðu verið nokkur svona tilraunaverkefni í gangi fram að því, en árið 2005 gerði Orkuveita Reykjavíkur tímamótasamninga við sveitarfélögin Seltjarnarnes og Reykjavík. Og í samningunum fólst það að það var lagt niður það markmið að þetta ljósleiðaratengja hvert eitt og einasta heimili í viðkomandi sveitarfélögum, bæði í nýbyggingahverfum og í grónum hverfum. Álíka verkefni hafa síðan farið að stað í öðrum sveitarfélögum. Orkuveitan og síðan þá Gagnaveita Reykjavíkur hefur farið og ljósleiðaratengt fleiri sveitarfélög, en einnig hafa verið í gangi verkefni út á landi, samanber Tengir og Akureyri. Ísland er í dag í topp 10 yfir ljósleiðaravæðingu í Evrópu. Við erum með hlutfallið 55% cirka af tengdum heimilum með ljósleiðaratengingu alla leið. Markmið okkar náttúrulega er það að ná 100%, samanber hérna það sem að Litáen og Lettland er að ná. Það er alltaf það sem að er stemt og við náttúrulega erum á fullu að gera okkar til þess að ná þessu markmiði á því þjónustusvæði sem við erum að þjónusta. Af hverju erum við að þessu? Hvað erum við að gera? Við erum, að leggja ljósleiðara alla leið inn á heimili og hérna er svona mynd af svona dæmigerðu heimili. Við leggjum ljósleiðara hérna inn í húsið, leggjum innanhúsljósleiðara inn í svokallað ljósleiðarabox, þaðan tengjum við svokallað þjónustustæki innan heimilisins. Þegar að vel er að velja tækni til þess að ljósleiðaratengja heimili, þá eru nokkrar mismunandi tæknileiðir í boði. Og við sem að störfum í tæknigeiranum þekkjum það að oft er það ekki endilega besta tæknin sem að hefur vinningin, sem dæmi Vaffaðs og Betamax. En það vill svo til á Íslandi, þá höfðu menn þá framtíðarsýn árið 2005 að velja þá tækni sem að almennt er talin hafa mesta möguleika til að styðja við framtíða bandvitaþörf. Það er svokallað point-to-point ljósleiðaratækni. Og það sem að þar er átt við er að hvert eitt einasta heimili, og þetta er hérna ljósmynd úr tengistöð hjá okkur í ljósleiðaranum, hvert heimili á sinn eigin ljósleiðaraþráð. Og hann er algjörlega skiptur alla leið inn á viðkomandi heimili. Hann er aðgrendur frá ljósleiðaraþræði heimilisins við hliðina á. Og þar sem að meira er, við þurfum ekki að fara í neinar jarðvegsframkvæmdir eða frekari framkvæmdir til þess að auka bandvitahraða einstakra heimila og við getum gert það algjörlega án þess að það hafi áhrif á heimili við hliðina á. Þannig að það sem að þarf að gera hér er bara að taka þennan ljósleiðaraþráð úr sambandi, setja hann í samband við nýjan tæknibúnað, skiptum ljósleiðaraboxin á heimilunum og þar alveg erum við komið með getuna til að bjóða upp á hærri bandvit. En eins og Sæmundur kom inn á í kynningu sinni áðan, þá er þetta ekki bara spurning bandbreidd. Þetta er líka spurning snerpu, það er að segja töf og flögt. Og það sýnir sig að þegar bandbreiddin er komin yfir hefðbundinn ADSL hraða, að þá fer
töfin að skipta meira máli hvað varðar hraðan á því að hlaða upp til vefsíður. Og það eitthvað sem við teljum að skiptir rauninni jafnmiklu máli eins og auka bandvitarhraðan. En þurfum við þennan hraða. Þetta dæmi tæki sem ég notaði þegar ég tengdist internetinu fyrst. Ég byrjaði að nota internetið 1990, tengdist í gegnum Reynistofnun Háskólans. Maður tengdist með reyndar ekki 1200 bitum á sekundu, heldur 2400 bitum á sekundu, 2,4 km. Og ég hef tekið þátt í því að fylgja öllum þeim aðgangstækni breytingum sem hafa orðið á Íslandi síðan þá. Ég fór úr mótintækninni, maður náttúrulega fylgdi þeim breytingum sem varði í mótintækninni, en síðan fór maður yfir í ISDN, síðan ADSL, síðan VFDSL og núna ég tengdur með ljósleiðara. Og það sem mikilvægt að hafa í huga það, við erum ekki að reyna endilega að uppfylla þá törf, að þú sett stanslaust að nota alla þessa bandvít. Við erum að uppfylla það að aðgengið að gæðasambandi sé til staðar þegar þú þurfir að því að halda. Það sé ekki skörunir á milli þeirra tækja eða þeirra aðila sem að nota bandvitina hverju sinni. Viljum rauninni þetta sé bara eins og hverjum veita, þetta sé bara eins og aðgangur að vatni, eins og Þorvarður kom að í kenningunni sinni áðan. Í fyrra þá létu við verkfræðifélagið Mannvit gera fyrir okkur samanburð á milli mismunandi aðgangstækna og kemur þetta svolítið skýrt fram hvernig munurinn á ljósleiðaratengingum og öðrum aðgangsleiðum sem í boði í dag á markaðnum á Íslandi. Þið sjáu eiginleika ljósleiðarans sem felst í því að ekki bara hægt að bjóða upp á í dag meiri hraða. Hraðinn sá sami í báðar áttir, öfugt við það sem í boði á VFDSL í dag. Og þessir gæðaeiningar sem skipta svo miklu máli líka, að við erum komnir vel undir 2 millisekundur og rauninni bara alveg upp við 1 millisekundu í töf sem skiptir sömuleyti þegar þú ert að skoða vefsíður, jafnvel meira máli heldur en þessi hraðaaukning hér. Árið 2012 þá gaf ráðgjafafyrirtækið McKinsey út skýrslu það hvernig hægt var að auka hagvöxt á Íslandi. Það texti í þessari skýrslu sem fjallar sérstaklega IT-geirann á Íslandi og þarna bent á það að það gríðarleg sóun í fjarskiptageiranum á Íslandi eins og hann hefur verið byggður upp hingað til. Það vill svo til að í tengslu við ljósleiðaravæðinguna þá hefur hugmyndafræði svokallað opið net þessi í sessi. Hvað þýðir þetta? Jú, opið net gengur út á það einn aðili sem sér að fjárfesta í grunninnviðunum. Þessi aðili óháður þeim sem veita þjónustu, bæði hvað var það að hann ekki að veita þjónustu og líka það að hann ekki eignarhaldi ykkur sem að veita þjónustu. Net opið fyrir öllum sem vilja veita þjónustu til heimilanna og heimilið hefur val það að geta keypt þjónustu af mismunandi þjónustuaðilum. Sem dæmi yfir ljósleiðarann þá getur heimilið keypt internetþjónustu af fyrirtæki eins og 365, sjónvarpsþjónustu af fyrirtæki eins og Vodafone og símaþjónustu af fyrirtæki eins og Hringdu. Þetta hámarkar nýtingu á fjárfestingunni, þetta eykur val fyrir neytandann, þetta eykur samkeppni og allt voru þetta markmið sem dæmi Reykjavíkurborg sett inn í samninginn í byrjun 2005 og þetta eitthvað sem við höfum starfað eftir mjög ötullega síðan. Því miður þá hefur reyndar eins og Hrafnkell bent á áðan orðið afturför hvað varðar val neytenda að þjónustu, en eins og með internetið þá tel ég það að internetið muni finna sér leið framhjá þeirri skemmd. Eitt að lokum, þegar að ljósleiðaravæðingin hófst þá bauðst heimilunum 100 megabit tengingar. Í dag geta heimilin keypt 500 megabit tengingar og við vorum að tilkynna það í gær í samstarfi við Cisco að í haust muni heimilum á þjónustusvæði ljósleiðarans bjóðast 1000 megabit tengingar og ekki nóg með það heldur við erum strax byrjaðir prófanir líka að einn af kostum point-to-point ljósleiðaratækninnar það að tæknin það hvernig átt að auka bandvíddina yfir ljósleiðaraþráðinn í sjálfsagt þekkt og við erum strax byrjaðir prófanir upp í Árbæ. Við erum búin að tengja 2 heimili þar með 10.000 megabita tengingum
vill svo skemmtilega til að heimili mitt eitt af þeim. Og við sjáum bara fyrir það, okkar hlutverk það að geta verið til staðar þegar að heimilin og fjarskiptafyrirtækin kalla á þessa bandvídd. En fyrsta skrefið okkar, sem við erum mjög stolt af, það í haust mun öllum heimilum á þjónustusvæði okkar, hvort sem það í Reykjavík eða út á landi, Hella og Hvolsvelli sem dæmi, bjóðast 1000 megabita þjónusta frá þeim fjarskiptafyrirtækjum sem vilja veita svona mikið hraða. Og við teljum að með því þá sé Ísland komið í fararbroddi hvað varðar aðgengi almennings að hábandvídda þjónustu. Takk fyrir.